Ég heiti Bergdís Kristjánsdóttir og sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum, Reykjavík Rauða krossins, og hef starfað þar eða verið þar sjálfboðaliði síðastliðin 8 ár. Ég ætlaði að fara svona í fljótu yfir Rauða krossinn, upp á Rauða krossins á Íslandi, og svo ætti ég að reyna að fara aðeins í sjálfboðaliðastörfin. Það sem að ég minna svona freka naumur, þá fer ég yfir á svona má segja hundavaði. En ég sjálfsagt hef starfað sem sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum frá árinu 2005. Þá lét ég á starfa sem hjúkrunarfræðingur, en hafði starfað mér síðustu ár á sjúkrahóteli Rauða krossins. Og það fékk ég Rauða kross bakteríuna sem að fer ekki úr ef maður hefur kynnst Rauða krossum á annað borð. En sem sagt upphaf Rauða krossins að hann stofnaður hér á Íslandi 1924 og Sveinn Björnsson var fyrsti formaður Rauða krossins. Og það voru náttúrulega leið voru tekin, þetta var í desember, þannig að störfin hófust eiginlega ekki fyrir 1925. Og það eins og þið sjáu þarna á þessu lista, þá fóru fjölmörg verkefni í gang. Og það er Hjálpi Viljón til dæmis sem er ennþá í gangi hjá Rauða krossinum og er mjög vel sótt og það geta allir farið þar inn og sótt þau námskeið. Og heimahjúkrun, það var líka á vegum Rauða krossins í upphafi. Sjúkrabílarnir komu strax inn eða 1926 og eru enn. Og fyrsti sendifulltrúi fyrir erlendis 1945. Það eru barnaheimili, Biskupstungum, blóðsöfnunin, Fjöldahjálp, alnæmi. Þeir voru fljótir, Rauða krossinn var fljótur að taka við sig þegar alnæmisfaraldurinn gekk yfir og var einn af þeim fyrstu sem tók við sér. Og svo hafa verið ýmis umhverfis námskeið. Rauða krossinn allt land, eins og við náttúrulega heyrið í fréttum og þá eru deildir út allt. Það eru 50 deildir á landinu. Og það semst á þessum svæðum, höfuðborgarsvæði, Suðurland og Suðurnes, Austurland, Norðurland, Vestfirðir og Vesturland. Og reyndar eru svona misvirk, deildarnar eru mjög misvirkar, en flestar eru með einhver ákveðin verkefni og starfa mjög vel. Og þá ætla ég að reyna að hlaupa yfir helstu verkefni, sjálfboðaliðaverkefni Rauða krossins og heimsóknarvinir, og í þeirri deild hef ég starfað alveg frá upphafi. Rauða krossinn gerir svona 15 ár svona kannanir það hvar kreppir mest að, og undanfarin ár hafa komið fram að það eru mjög margir sem eru í þörf fyrir heimsóknir frá fólki frá Rauða krossinu, þannig að það eru mjög margir einmanna sem þurfa á því að halda. Fataverkefnið, þau þekki nú flest þessi verkefni, ég fer svo nánar í þau, hjálparsíminn, neyðarvarnir og neyðaraðstoð, félagsvinni erlendra kvenna, geðheilbrigðismál, það Rauða krossinn mjög virkur. Og svo neyðaraðkvæði fyrir heimilislausa konugott sem er alltaf í stöðugri þróun og gengur mjög vel. Svo heimanámsaðstoð fyrir börn, það er mikið fyrir erlend börn. Og svo viltu tala íslensku, það er svona, má segja, félagsvinni kvenna sem eru aðallega í því. Og svo eru afgreiðsla á sjúkrahúsbúðum og það hefur náttúrulega fækkað þessum og búðum á sjúkrahúsunum, reyndar á Landspítalanum ennþá, á báðum stærri spítölunum, en það eru komnir sjálfsalar á margar aðrar stofnanir. Kvennadeildin er deild sem hefur verið mjög virk í gegnum öll ár. Og þær sjá sölubúðirnar og þær
eru með föndrið og þær halda jólabasarinn og þið sjáu að þetta eru tölur peningar sem koma frá kvennadeildinni 6-8 milljónir á ári og þar eru sjálfboðaliðar 250. Það eru til dæmis, það eru prjónakonur og saumakonur og alls konar, þetta eru mikið kvennastarf. En eins og við í heimsálþjónustunni, við tilheyrum líka kvennadeildinni, við ákváðum að taka okkur þar út því að karlmennirnir vildu helst ekki verið í kvennadeildinni. Þannig að þá komu þeir bara almennt inn í Rauða krossinn. Svo Hjálparsíminn, hann var stofnaður 2002 og þetta bara sími sem opinn allan ársins hring, alla daga vikun, bara alla daga ársins og hann gjaldfrjáls og þar eru 5 starfsmenn en svo eru yfir 100 sjálfboðaliðar sem þar starfa. Og eins og þið sjáum þá ég nú bara með þessar tölur frá 2007 og 2010 að það er alltaf stöðuaukning á símtölum. Og þarna kemur fram, þarna 287 sjálfsvígssamtöl. Þarna fólk þjálfað sérstaklega til að svara í síma, fer á námskeið og haldið í hendin á þeim fyrstu vikurnar. Svo það neyðarvarnir og neyðaraðstoð og það eins og þið hafa oft heyrt ef einhver, eins og eldgos eða eitthvað kemur upp, brunar og annar, þá eru bara alltaf kallaðar út sjálfboðaliðar Rauða krossins og það eru opnaðar fjölda hjálparstöðvar. Og það hægt að vera eingöngu til dæmis ef maður skráir sig bara í það verkefni að vera tiltækur að koma ef vá ber að höndum. Svo eru þessi afköst fyrir fólk með geðraskanir. Þetta líka eitt af verkefnum sem Rauði krossinn tók bara í sínar hendur fyrir löngu. Ég man ekki alveg hvaða ár það var. En þeir eru semst með Vín í Reykjavík, Dvöl í Kópavogi, Lækur í Hafnarfirði og Laut á Akureyri. Þetta afkvæði sem opið, yfirleitt frá bara svona 9-5 eða 8-4. Þar getur bara fólk komið á eigin forsetu þegar það vill. Það getur fengið að borða, farið í bað, farið í viðtöl, bara verið þarna eins og heimi og svo hitt vini sína og kunningja og þarna eru starfsmenn og sjálfboðaliðar sem þarna starfa. Þetta mjög virkt. Þetta verkefni það núna komið í Kópavoginn, þannig að það öllu safnað. Það alveg sama, ónýtt lög, ónýtt handklæði eða slitin, allar tuskur eiga að fara í fataverkefni. Þetta allt flokkað, það sem söluhæft sett í fatabúðirnar. Og svo fataúthlutun, það alltaf fataúthlutun til dæmis á Hverfisgötunni, á Hlemmi, á búðinni, Rauðsólsbúðinni á Hlemmi. Það alltaf fataúthlutun einu sinni í viku fyrir þá sem þess þurfa. Og svo það bara föt sem framlag, að það eru föt send erlendis líka. Það sem ekki hægt að selja eða gefa, að það sent erlendis í vinnslu. Það munið það ekki henda neinum tuskum þó að séu götóttar og slitnar. Hvað gera þeir við það? Vinna eitthvað búið til eitthvað úr þessu? Já, það unnið úr þessu. Ég ekki alveg með það hvað unnið úr þessu, en það allt mögulegt gert. Svo heimanámsaðstöð fyrir börn og það eru svo kallar heilarhristingur. Og það hefur verið töluvert af kennurum sem hafa komið þar að og svo bara alls konar fólk sem treystir til þess að hjálpa börnum að læra. Þetta náttúrulega mikið erlend börn og þau koma þá eins og í Reykjavík, á Hlemm, í okkar húsnæði þar, mæta þar og geta fengið aðstoð við námið. Svo eru félagsvinir barna af erlendum uppruna. Það líka, það eru félagsvinni kvenna kallað sig og
ef þú ert kona af erlendum uppruna, langar þig að kynnast íslenskri konu, langar til að kynnast betur íslensku samfélagi, langar þig til að æfa þig í íslensku, langar þig í félagslið. Og þetta er á öllum mögulegum tungumálum fyrir fólk. Og þá er það sem íslensk kona pöruð við konu af erlendum uppruna og það er stunda áhugamál sín sama, það deila saman reynslu og daglega lífinu, fara í heimsókn að kaffihús, það ræða íslenskunum með daglegu spjalli, það kynnast íslensku samfélagi betur, þjónustu og möguleikum og þær vinna saman að markmiðum. Þar sem við höfum náttúrulega orðið svo mikið af útlendingum, þá þurfum við í raun að taka þátt í því að kenna þessu fólki og hjálpa því til að aðlagast okkar samfélagi. Og þetta er félagsvinni kvenna, þetta er sama. Svo er það konukot sem er alltaf á uppleið, það er alltaf verið að lengja opnunartímann. Þetta er mjög vel nýtt. Og þetta er semst athvarf fyrir heimilislausar konur og þetta hófst starfsemi sem 2004 og þetta er rekið í samstarfi við Velferðarsvið Reykjavíkurborgar í dag en Rauða krossinn átti upphafið að þessu. Ég flýti mig svo mikið að hása því að tala. Þannig að koma rúmlega 100 konur og gistinætur voru 2005 977 og 2012 verða konar upp í 2129. Og það er semst opið frá 5 til 12 daginn eftir og þarna eru 40-50 sjálfboðaliðar og þar eru líka fastir starfsmenn. Það er alltaf fastur starfsmaður á vakt og eða 2 sjálfboðaliðar með. Og svo er það frú Ragnheiður, það er þarna skaðaminkunarverkefni, þetta er, já ég ætla að segja með konukot. Þarna koma konurnar í alla vegana ástandi. Það mega koma undir áhrifum áfengis og fíkniefna en það má ekki neita þess inn í húsinu. Þannig að, og það virðist ekki vera nokkur vandi í raunin að stjórna því, það hlýta allir þessum reglum. Frú Ragnheiður var sett á laggirnar með Rauða krossinn 2009 og það var til þess að ná í jaðarhópa samfélagsins í þeirra nærumhverfi án kvaða eða fordóma. Það er svona álíka á konukoti. Og þarna getur fólk komið og fengið sprautur og nálar og þarna sáraskipti það er að ræða og fá umbúðir og viðtöl fólk vill. Og þarna starfa 80 sjálfboðaliðar og svo það er eingöngu sjálfboðaliðar í þessum starfa með frú Ragnheiði. Og þetta er þetta er bíll sem keyrir í Reykjavík. Hann hefur ákveðna staði sem þetta fólk sem þarf á þessari aðstoð að halda, það veit orðið hvar bíllinn stoppar og á hvaða tíma. Þannig að nú er þetta orðið mjög þekkt meðal þessara sem þurfa á þess að halda. Svo eru heimsóknarvindir þar sem ég hef starfað frá 2005 og það eru sem sagt einmanna og sjúkir, langveik börn, fangar, fólk með geðraskanir, hælisleitendur og allir þeir sem óska eftir heimsóknum. Já, eins og ég kannski sjá þetta ég og mér skjólstæðingur sem reyndar var 95 ára gömul þegar ég kynntist henni og hún lést í sumar. Þá var hann 103 ára. Þetta er mjög þakklátt verkefni og við höfum, langveik börn höfum við ekki haft í miklu mæli en það hafa sjálfboðaliðar tekið að sér að fara heim til þess að létta undir með foreldrum, að foreldrar geti farið út og en það er nú ekki mjög mikið þar. Fangaheimsóknir eru heldur ekki mjög tíðir,
Það aðalega eru konur og þá sérstaklega erlendar konur. Og ég segi það nú bara alltaf að íslenski fangar vilja ekki fá einhverja rauðkrosskellingar inn í fangelsið í heimsókn í rauðum peysum. Það bara ekki, þykir ekki mjög spennandi. En það reyndar komið svo mikið ungu fólki til okkar, háskólanemar og lögfræðinemar, og þeir sækja svolítið í þetta verkefni sem læra náttúrulega þessu. En eru sjálfboðaliðar aðalega konur? En? Eru sjálfboðaliðar aðalega konur? Já. Hvað eru það? Þau eru bara heima. Það var gott og þeir eru hættir að vinna. Nei, það er mikil aukning á því að við fáum karlmenn. Við höfum gert okkur farum að fá það með okkur. Því að það er heimsóknarþjónustan mjög margir sem vilja fá karlmenn í heimsókn. Þau kæra sig ekkert okkur konur, Þannig að það er mikil breyting að verða á því sem betur fer. Og eins og kemur þarna allir sem óska eftir heimsóknum, og ef fólk er eitthvað að spá í þetta, þá er bara að hafa samband við Rauða krossinn, Reykjavík, Kópavogi, og fá allar þær upplýsingar hvernig ná sækjum, því aðstandendur geta sótt það er mikið sótt frá sjúkrahúsunum, félagsráðgjafar og þannig að það er ekki mjög erfitt að sækja að fá heimsóknir. Svo er það heimsóknarvinni með hunda. Það er alltaf að aukast. Flest öldrunarheimilin, hjúkrunarheimilin, þeir leyfa orðið hundaheimsóknir. Og ef að óskir eftir meiri upplýsingum og vilji komast að sem sjálfboðaliðar eða að gerast bara styrktaraðilar Rauða krossins, þá finnið það inn á rauðakrossin.is og þar verður, og ef þið komið til okkur þá er bara vel tekið á móti ykkur og hvað sem þið búið. En ég ætla að fá sýningu myndbandi, ég veit ekki alveg hvað það er svo sem bara myndband það sem ég er búin að vera að segja ykkur. Mér langar að spyrja, er eitthvað samsvarandi fyrir karlmenn sambandi við konukóð? Er eitthvað karlakóð? Eða flokkast þetta bara undir kvennadeildina? Nei, þetta er bara, Rauði krossinn rekur bara konukóð. Þeir reka ekki alltaf fyrir karlmenn. Það eru náttúrulega Reykjavíkurborg með 2 eða 3 staði fyrir karlmenn. Það hefur ekki verið fyrir konur. Þess vegna var þetta sett á laggirnar. Sjálfboðaliðar Rauða krossins eru ótrúlegir einstaklingar. Þetta eru 3000 mann sem ákveða að eyða tíma sínum í að hjálpa öðrum. En hvað gera sjálfboðaliðar hjá Rauða krossinum? Margir svar í síman hjá hjálparsíma Rauða krossins 1717 og ráðleggja einstaklingum sem þangað leita, en það eru 70 símtöl á hverjum sólarhring. Mjög vinsælt verkefni er fataverkefni. Sumir sjálfboðaliðar safna fötum, aðrir flokka þau og svo eru þeir sem vinna við að selja fötin í Rauða krossbúðunum. Og svo má ekki gleyma þeim sem prjóna föt sem framlag. Sumir sjálfboðaliðar eru félagsvinir, en þeir liðsinna meðal annars innflytjendum að aðlagast íslensku samfélagi, atvinnuleitendum og börnum með geðraskanir. Þetta er mjög persónulegt verkefni sem hjálpa mörgum einstaklingum. Rauði krossinn rekur nokkur athvörf fyrir fólk með geðraskanir og þar eru sjálfboðaliðar mikilvægur þáttur í starfseminni. Svo eru það heimsóknarvinirnir, en þeir heimsækja fólk sem til dæmis býr við félagslega einangrun, þarf á aðstoð að halda eða hreinlega bara einmana. Það er gaman að segja frá því að það eru fjölmargir hundar sem eru heimsóknarvinir. Frú Ragnheiður er gamall uppgerður sjúkrabíll, en þar útdeila sjálfboðaliðar hreinum sprautunálum til þeirra sem þurfa og aðstoða með minniháttar sár og veikindi. Tombólubörn eru líka sjálfboðaliðar. Þau standa fyrir fjáröflun og rennur það fé til að styrkja önnur börn. Og svo má ekki gleyma öllum sjálfboðaliðunum sem taka þátt í göngum til góðs landsstofnuninni. Að lokum verðum við að minnast á þau fjölmörgu verkefni sem tengjast neyðarvörnum. Hvort sem það er þörf á skyndihjálp, setja upp fjöldaþjálparstöð, aðstoða vegna húsbruna eða veita aðstandendum sálrænan stuðning. Já, sjálfboðaliðar Rauða krossins eru sannkallaðar hetjur sem vinna óeigingjarnt hjálparstarf í þágu samfélagsins.
Langar þig að vera með? Hafðu samband og þú finnur verkefni sem hentar þér. Þetta ykkur ekki ótrúlega hvað eru margir sem eru í þessu verkefni og sem við vitum kannski mjög mikið það í svona út í þjóðfélaginu. 3.000 manns, það er lítið. Já, ég er búin að Já, ég er undar veinstökkundur. Sæborun. Ég er vinn á vinnstað sem er mikið af erlendum konum sem eiga börn. Og það var hjúkrunarfræðingur sem var að vinna með, hún kom með þessa hugmyndi og hún var veltið svolítið fyrir mér. Hefur ekkert átt í huga að setja upp svona heimsóknar ömmur eða ömmur til að sinna þessum hóp því að það er náttúrulega vandræðum og börnunum vantar ömmu sína. Já, það er bara góð hugmynd. Ég skal bara koma svo framfæri. Þetta er náttúrulega kannski eitthvað svona í líkingu við það að börnin geta komið niður Rauða Kross og hitta fólk sér til aðstofar. En ég meina þetta getur bara verið einn hugmynd. Svo er viðtöl sem ég, já, það hefði svolítið við mér, því að mín barn bara búa erlendis. Þannig kannski, okkur stundum vantar líka kannski að knúsa einhver barnabörn. Já, ég er bara til í að koma þessu á framfæri. Getur verður og sjáur þetta bara á þeim. Takk fyrir kærlega fyrir. Já, takk.